Þá það 7. liður fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2018 gjaldskrá. Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér tekið fyrir gjaldskrá sem var samþykkt eða vísað til bæjarstjórnar á fundi bæjarráðs 30. nóvember og samþykkt að vísað með atkvæða meirihlutann. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason satt hjá á þá afgreiðslu. En fjárhagsramminn á síðum tíma gerði ráð fyrir að það væri 2,5% hækkun að jafnaði sem að menn myndi styðjast við þegar það hefðu þessa heimild eða ættu eða nota sem viðmið við breytingu á gjaldskrá milli ára. Þetta náttúrulega mjög mismunandi hvernig þetta gert og bæjarfulltrúar hafa þetta verið fram á sig. Það kannski þessi stærsti liður sem eðlilegt að ræða hér. Það eru leikskólagjöldin, það gert ráð fyrir 2,5% hækkun á því, en að samanskapi tókum við ákvörðun að hækka systkinaafsláttinn sem yrði núna af öðru barni 50% af leikskólagjaldi sem var áður 30%, þannig að sú breyting hefur verið gerð. Þannig að það er nokkuð stór breyting. Síðan þetta er svona kannski stærsti liðurinn og það líka með skólavistunin, hún að hækka tæplega 2,5%. Af öðru sem kannski vert að vekja athygli á svona íþróttamannvirki, þau hækka þetta 2,5%. Hins vegar Hlíðarfjallið, að við samþykktum það í bæjarráði í byrjun september og það var ekki gert ráð fyrir gjaldskrárhækkunum þar. Að við höfum svo sem, það var ákveðið að halda því óbreyttu og rekstraráætlunin byggð út frá því. Þetta eru svona helstu breytingar og ég ætla kannski ekki að tíunda það mikið meira. Bæjarfulltrúar hafa fengið þessi gögn og það liggja fyrir, en eins og ég segi það var gert ráð fyrir svona 2,5%. Það hefur í rauninni verið mismunandi hvernig ráðin hafa nýtt sér það, en þó eru menn ekki að hækka. Það getur náttúrulega lent þannig þegar eru minni fjárhæðir og þeir eru hækka þá lendi kannski á einstaka tilfellum verði hækkunin hærri hlutfallslega, en þá yfirleitt verið að þá eru óverulegar fjárhæðir að ræða ef þið hortið til þess. En gjaldskráin hér lögð fram til umræðu og samþykktar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Breytingar á gjaldskrám þetta árið eru ekki miklar, það er ekki hægt að segja það. Þær eru í mörgum tilvikum engar og í flestum öðrum tilvikum mjög hófsamar. Hins vegar, þegar maður veltir í fyrir sér hvar gjaldskráin hækkar, þá náttúrulega veltaði menn því fyrir sér af hverju verið að hækka þá gjöld á barnafólk með þeim hætti sem gert þó það sé stigi ákveðið skrif á móti. Það er náttúrulega verið að hækka leikskólagjöldinu 2,5%. Það kannski gert að hluta til þess að halda því viðmiði sem hefur verið svona reynt að horfa til að tekjur af leikskólagjöldum og fæði að standi undir svona 18% með rekstrakostnaði í leikskólanu hjá bænum. Áður var þetta viðmið 22% og það er enn lengra síðan að það var 33%. En á síðustu árum þá hefur þetta viðmið náttúrulega lækkað vegna þess að kostnaður hefur hækkað vegna launahækkana sem eru bara eðlilegar og þá náttúrulega gefur auðvitað að þú hækkar ekki gjaldskrána til samræmis við það. Þess vegna kannski eðlilegt að maður velti fyrir sér þá að styðja gjaldskráhækkun leikskóla. Ég segi já og ég rökstyðja með því að það eru tvö atriði sem maður þarf að horfa til í þessu. Vill maður að leikskólavistunin sé gjaldfrjáls eða viljum við fara að stíga þau skref að lækka leikskólaaldurinn niður í 1 árs á næstu árum í ákveðnum skrefum. Ég tel að það sé miklu mikilvægara að fara að lækka leikskólaaldurinn þannig að börn fari í leikskóla eftir fæðingarorlof foreldra. Nú hefur í nýjum sáttmála ríkisstjórnarinnar kveðið á það að þar eigi að lengja fæðingarorlofið til 1 árs
það verði 1 ár og það eigi að hækka fæðingarorlofsgreiðslurnar að auki, sem hvort tveggja bara mjög jákvætt skref. Og þá tel ég að við þurfum að fara að huga því að lækka þá leikskólaaldurinn, vegna þess að þetta þá í raun og veru orðið eins áralegt tími sem að barnið þarf að vera hjá dagforeldri út í það farið. Ég sé ekki rök fyrir því að viðhalda því kerfi þegar að búið að lengja fæðingarorlof eins og verið að ræða. Nú, en þá komum við að frístund. Við í minnihlutanum leggjum hérna til að gjaldskrá frístundar í grunnskólanum, sem heitir skólavistun í þessari gjaldskrá en heitir frístund, verði óbreytt á milli ára. Og rökin fyrir því eru ekki mjög flókin. Ef að fólk fullnýtir tíma í frístund fyrir barnið sitt, sem þá nærða svona sennilega tæpum 4 tímum á dag. Ef þú ert með leikskólabarn og fullnýtir tíma þar, þá það 8 til 8,5 tími. Og staðreyndin bara hreinlega svo að þú ert að borga jafnhátt gjald fyrir hvoru tveggja. Þú ert að borga jafnhátt gjald fyrir frístundina í 4 tíma eins og fyrir helmingi lengri tíma í leikskóla. Og það ástæða fyrir þessu. Á sínum tíma, þegar við stóðum frammi fyrir miklu tekjutapi og ákveðnu óvissu í kjölfar bankahrunsins, að þá var tekin ákvörðun það í skólanefnd, þáverandi og bæjarstjórn og bæjarráði, að frístund væri ekki lögboðin þjónusta og þess vegna var tekin ákvörðun það að hækka gjaldskrána þannig að hún stæði undir almennum kostnaði við reksturinn fyrir utan launakostnaði vegna barna með sérþarfir. Og þá var gerð mjög mikil breyting og hún var býsna drastísk og það minnkaði sá tími sem að fólk keypti í frístund eðlilega því að þetta var mjög dýr þjónusta. En þessi þjónusta mætti líka vera innihaldsríkar í mörgum tilvikum heldur en hún og það því í raun og veru engin ástæða til að vera að hækka hana. Að okkar mati með tilliti þess að það ekki verið að hækka gjöld í Hlíðarfjall og það ekki verið að hækka margar aðra gjaldskrár nema þó örlítið í einstaka tilvikum og þess vegna sé í raun og veru ástæða bara til þess að halda þessari gjaldskrá óbreyttri og fara að reyna að stíga ákveðin skrefi þá átt að draga úr þessu mikla mismun á gjaldtöku leikskóla og frístundar. Við leggjum einnig til að gjald fyrir 12 mánaða kort 6-17 ára Sundlaugar Akureyrarbæjar verði óbreytt á milli ára. Rökin fyrir því eru þau að það hefur lengi verið rætt og var talað þá sínu tíma að það ætti að vera frítt í sund fyrir börn. Hins vegar og það var þá gert með því að það gjaldskrá, þú borgar fyrir startgjald á köflum ef að þú átt ekki kort, en þú getur svo keyptir árskort fyrir tiltölulega litla fjármuni. Hins vegar hefur árgjaldið hækkað töluvert frá því sem var á sínu tíma. Og nú verið að hækka það. Þetta kannski ekki há upphæð. Þetta ekki háar upphæðir í þeim skilningi, en þetta eru táknrænar aðgerðir. Þetta er táknrænt að vera að hækka þetta þegar að þetta á að vera frítt. Ef að rökstuðningurinn sá að það sé verið að veita miklu betri þjónusta því það búið að byggja þarna upp mikið vatnsleikja garð með nýju rennibrautum og þarfrændi götum, þá hafa menn líka horft til þess að ef að aðsókn í sund eykst vegna þess að það eru fleiri tækifæri og það meiri freistni að vera þar fyrir börnin, þá fylgja nú foreldrarnir almennt með. Og þeir borga allir í sund og þar með hafa tekjur í Sundlaugar aukist þar sem þetta hefur verið gert. Þannig að við leggjum til að þessi hækkun, hún verði dregin tilbaka og gjaldið verði að minnsta kosti óbreytt á milli ára. Í þriðja lagi þá leggjum við til að lyftumiðar í Hólabraut fyrir börn 6-17 ára lækki úr 950 krónur 550 krónur í áður samþykktir í gjaldskrá Hlíðarfjalls. Og þannig erum við bara að endurskoða afstöðu okkar til þeirra gjaldskrár með tilliti til þess að þeir sem að nýta sér Hólabrautina yfirleitt byrjendur, þeir sem að byrja. Og við viljum hvetja til skíðaiðkunar og það þess vegna bara ástæða til þess að draga úr gjaldtöku eins og hægt
í Hólabrautinni og íta þá frekar undir það að fólk nýti sér hana eða börn. Við erum ekki að leggja til að það verði lækkun á gjaldskrá fyrir fullorðna. Og þetta táknræn aðgerð líka og í raun og veru ætti að vera frítt í Hólabrautina. Og þá spurningin þessi, hvað kemur þetta til með að kosta? Það kostar allt. Það kostar að bæta þjónustu, það kostar að lækka eða sleppa því að hækka gjaldskrá vissulega. Ég held að þetta séu, og við erum sammála það í minnihlutanum, að þetta séu svona táknrænar aðgerðir sem getur bara komið sér býsna vel fyrir marga, þó ekki séu margar krónur undir. Þannig að ég legg þessar 3 tillögur hérna fram fyrir hand okkar í minnihlutanum og vænti þess að fá þá einhver umræður þær. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, svona rétt án og Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi kemur inn upp til þess að svara spurningum bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar, eða tillögum hans, þá langar mig aðeins til þess að fara hérna yfir varðandi gjaldskrá Sundlaugar Akureyrar. Þegar ég var formaður íþróttaráðs, núna frístundaráðs, þá kostaði í Sundlaugar Akureyrar fyrir börn. Þetta voru mörg sveitarfélög sem brugðu á þetta ráð að hafa ókeypis fyrir börn í kringum hrunið, en hafa hvert að fætur öðru farið að taka gjald fyrir, núna undanfarin ár og það þó nokkur ár síðan við byrjuðum að rukka fyrir börn og höfum reynt að halda kostnaði í lágmarki. Við erum að hækka núna gjaldskrána fyrir áskort úr 2.200 í 2.500 krónur, þetta eru 300 króna hækkun. Þegar við horfum til þeirra sveitarfélaga sem við erum gjarnan að miða okkur við, þá erum við að horfa áskort fyrir börn á bilinu 7.000 til 10.000 krónur. Bara svona svo við séum meðvituð það, þannig að ég myndi nú ekki telja að þetta væri mikil hækkun varðandi það. En bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á það nefnilega að það ætti að vera frítt í sund, en þessu var breytt fyrir þó nokkrum árum síðan, bara svona aðeins þessu upplýsa það. Takk hérlega fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég er einn af meðflutningsmönnum þessari tillögu og sjálfsögðu. Fyrst og fremst að mér finnst við svona líka eigum bara að reyna að finna leiðir til þess að létta undir hjá barnafólki. Ég veit að það er enginn hérna sem er að fara í eitthvað skattaherferð gegn barnafólki, það er ekki það sem við erum að segja, heldur þetta eru svona leiðir sem er hægt að gera án mikið tilkostnaðar. Það er rétt, það var frítt í sund hérna fyrir börn áður fyrr kringur hrunið og það kannski gekk ekki eins og við ætlum okkur því að með fólk þegar við vorum á sumrin þá kom bara heilu rúturnar af utanbæjarfólki og bara skildi börnin eftir og kjaftfyllti sundlaugarnar og þetta svona fór aðeins úr böndunum og þá var ákveðið að færa setja upp álskort þannig að börn á Akureyri gætu fengið frítt í sund. Þetta gildi ekki alla og halda þessu korti í lágmarki. Ég man ekki til þess að við hugsaðum sem ykkur settu tekjulind, heldur að allir geti gert það og keypt þetta kort til þess að svona vissum mörgum fengi frítt í sund en myndi leggja einhvern lágmarks tilkostnað. Þannig að þeir sem væru lengra að komnir myndu nú ekki sjá sendilega kannski hagið í að kaupa árskort heldur að borga bara stakaferðir. Þetta er ekkit, þegar maður talar gjald í sund, það getur vel að fólki finnist svona og mörgum hverju finnst dýrt að fara í sund, en á Íslandi er ekki dýrt að fara í sund. Ekki margar sundlaugar sem eru hótelgarða á Spáni, en svona í Norður-Evrópu hvers stað þá er ekkert óalgengt að það kosti bara stakur miði í sund frá 1500 upp í 2500 fyrir fullorðin. Það er svona held ég bara gangverðið á sundi. Og ég hef heyrt af erlendum fólki svona sem hefur komið flutt hingað til Akureyrar, þetta sé bara æðislegt að geta farið með fjölskylduna. En mér finnst við að gera alltaf vel fyrir barnafólk og reyna að létta þar á.
var þetta Hlíðarfell og ég reyndi lengi verið þeirra skoðunar og kannski við sættust þarna á miðri leið fyrir minnihlutin að leggja fram 550 krónur. Ég hef reyndar alltaf viljað hafa frítt í Hólabraut, bæði fyrir fullorðna og börn. Það er oft fullorðnir sem fylgja börnunum og fara af stað með þau upp. Að þetta mun hugsanlega bara auka aðgang að fjallinu. Það er enginn að hangja Hólabraut sem er komin þokkalega áleiðis á skíði. Ég hef ekki trú á því. Og til að koma á móts við þann kostnað þá lagði ég nú til þetta fyrir rúm ári síðan að við myndum hækka þá bara því nemur þessu tekjutap Hólabraut í hina lifturnar sem hefði kannski verið eitthvað 0,1% eða 0,5% sem það þurft til. Ég ekki búin að gera starffræðilega útreikning á því. Þannig að sjálfsögðu styðja þetta og verðum með fluttum á því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Edvard Hæbens hefur beðið orðið. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér er ljúft og skylt að fylgja eins eftir tillögu okkar í minnihlutanum breytingar á þessari gjaldskrá. En það er kannski rétt að hafa nokkra hluti í huga þegar við erum að ræða svona gjaldskrá sem hefur verið hækkuð svona nánast heilt yfir línunni upp á 2,5% nema þar sem stefnumótandi ákvörðun hefur verið tekin annað. Auðvitað þegar við gerum þetta alltaf þá náttúrulega leggjum við til hækkuna verðlags og þar með auðvitað verðbólgu og annað sem kannski er það sem er í þessu landi, ekki mikið núna en gengur og gerist og við þurfum ofta að hugsa það þegar við erum að hækka verðlag til þess að fylgja þegar við erum að hækka gjaldskrá til þess að fylgja verðlagi þá náttúrulega leggjum við til hækkuna sama verðlag sem aftur sem sagt bítur í skottið á sér. Þetta er alltaf ágætt að hafa í huga þegar gjaldskrárhækkanir almennt eru hafðar undir. Það er 2,5% hækkun svona heilt yfir línuna þar hér bil sem er þessi gjaldskrárhækkun sem endurspeglar einmitt það verðlagsþróunina. Og þá þetta er ekki mikil hækkun vissulega og í fæstu liðum er þetta stóri peningar. En þá fer einmitt að vera þeim mun mikilvægara hvaða táknrænu skilaboð við sendum frá okkur þar að segja hvaða stefnumörkun birtist í gjaldskránni. Hvaða stefnumörkun bæjarstjórnar birtist í gjaldskránni. Og það er á þeim rökum sem ég felst á og tek undir með kollegum mínum í minnihluta varðandi þær breytingar sem við leggjum til. Árskortið fyrir börn hækkar þarna upp í 2.500 krónur. Það kostar 250 kall skipti fyrir börnin, þannig að þau sem ekki eiga áskort, þannig að 10 skipti þá er kortið komið. Og þetta var eins og bæjarfulltrúi Preben bendir réttilega á, sett upp til þess að væri ekki bara frítt fyrir öll börn, heldur fyrst og fremst fyrir þá Akureyrarbörn í praktíkinni séð. Þannig að það er allt í lagi held ég að halda þessu niðri og reyna að halda í þá sýn að við höfum þetta frítt fyrir börnin okkar í sund í rauninni, eða svo gott sem. Og það að hækka þetta og láta þetta fljóta með öðru í verðlagshækkunum væri þá að gleyma þeirri hugsun og í þessuna viljum við nú halda henni til haga. Sama er auðvitað með Hólabrautina og hugsunina þar. Það skiptir auðvitað máli að hún er svona eins konar inngangsmiði eða svona eitthvað sem að kemur fólki á bragðið þegar Hlíðarfell er annars vegar, sérstaklega þeim sem eru byrjendur og þá er nú kannski einmitt mikilvægt að reyna að halda því sem opnustu og sem mest freistandi og ef það er ókeypis og alltaf ókeypis þá dregst nú fleira fólk upp í Hlíðarfell. En að lokum þá kannski vildi ég bara nefna sérstaklega þetta með að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla sem hefur verið baráttumál í allavega þeirra hreyfingar sem ég stend fyrir alveg frá stofnun að þarna sé brúa þetta bil milli fæðingarorlofs og leikskóla og þetta er gríðarlegt kvenfrelsismál sem skiptir miklu máli fyrir jafnrétti á vinnumarkaði og jafnrétti til þátttöku á vinnumarkaði. Og ég held að við eigum að leggja allt okkar á vogarskála þess að þetta geti orðið. Takk. Bæjarfulltrúi Edvard Hæbens hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Eva Rund hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að spyrja af hverju hækkunin var 13% á árskort barna í sund með að flestar hækkanir voru 2,5. Ég reyndar á því að kollegi minn bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason talaði að hafa frítt fyrir börn í sund. Ég reyndar á því að það ekki að vera alveg frítt en að við eigum að hafa þetta mjög takmarkað. Því ég hef líka tekið alveg undir það sem Preben sagði að við viljum heldur ekkert fylla sundlaugarnar af utanbæjarbörnum heldur á sumrin sko. En það sem ég langaði líka að tala ef meirihlutinn heldur til streitu að hækka gjald í frístund
þá hvet ég nú okkur til þess að fara aðeins að endurskoða hvernig frístundin er byggð upp og hvaða starfsemi við erum með þar inni. Því að ég heyri og það utan frá að sumir foreldrar eiga erfitt með að halda börnunum sínum í vistun, að börn hafi lítinn áhuga sum hver að vera þar. Þannig að við þurfum þá að búa til þannig umhverfi að það sé hvetjandi fyrir þau að vera þar og jafnvel að hugsa þá starfsemi aðeins upp á nýtt. En ef svo verður ekki gert þá hvet ég til þess að við höldum gjaldinu óbreyttu. Bæjarfulltrúi Eva Rund hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að bregðast við varðandi dagvistunargjöldin og frístund. Það var svo sem það voru allir sammála því í fræðsluráði að hækka bæði dagvistun og frístund. En mér finnst svo sem alveg sjálfsagt og ég tek alveg undir það má alveg skoða hvaða starfsemi það er nákvæmlega sem við erum með í frístundinu og hvort við getum bætt hana, laga hana eða gert hana betri. Og mér finnst eiginlega bara gefið að við tökum það fyrir í ráðinu að við skoðum það mál. Og ég tek líka undir með bæjarfulltrúa Gunnari varðandi það að þetta er auðvitað ákvörðun varðandi dagvistunargjöldina hvort við ætlum að hækka eða ekki og hvernig við sjáum hana fyrir okkur í framtíðinni varðandi aldurstakmörk og annað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka mjög svo góðar umræður gjaldskrá. Bæjarfulltrúi Preben kom inn á það að hann styddi þessa tillögu varðandi lækkun á gjaldskráni í sundlaugina. Fór síðan að tala að það væri alls ekki dýrt að fara í sund og það kostaði víða miklu meira að fara í sund en það var mikilvægt að hafa ódýrt fyrir börnin okkar og styðja barnafólk. Það er rétt, við erum í rauninni núna að gera ráð fyrir því að hækka þetta úr 2.200 krónum eða frístundaráð lagði til 2.200 krónur í 2.500 krónur eða 300 krónur og þá erum við að tala ársskort. Það er náttúrulega til dæmi börn sem fara 150 til 200 sinnum á ári í sund, þannig að þetta kostar einhvers staðar 12-15 krónur skiptið. Þannig að það má nú verið að segja af því að bæjarfulltrúi Edvard kom inn á það að það væri ættum að gefa þetta næsta frítt þetta gjald, þannig að ég held að við séum nú kannski ekki að tala stóra fjárhæðir, það er að segja fyrir hvert skipti sem krakkar eru að borga og bendi líka á það eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg gerði að því við erum ótt að bera okkur saman við önnur sveitarfélög að til að mynda Kópavogur að rukka sambærilegt kort á 7.000 krónur og Reykjavík er að rukka 4 sinnum meira heldur við eða 10.000 krónur fyrir árskortið. Bara svona það svo því sé haldið til haga. Dagbjört bæjarfulltrúi fór ágætlega inn á það varðandi hækkun á skólavistun og bæjarfulltrúi hafi bent á það og bæjarfulltrúi Eva kom eiginlega sinna á það að ef við ætlum að halda okkur við þessa hækkanir þá var eðlilegt að skoða þjónustu skólavistunar og það tel ég og við töluðum það á bæjarráðsfundi þegar við vísuðum þessu til afgreiðslu hér í bæjarstjórn að við mun hvetja fræðsluráð til þess að taka þá umræðu upp á annað plan og það er eitthvað sem verður gert á næsta ári. Það var talað að breyta gjaldskrána og lyftuna sem við vorum búin að samþykkja svo fram hefur komið 7. september síðastliðinn og bæjarfulltrúi, man ekki hvort það var bæjarfulltrúi Preben eða bæjarfulltrúi Edvard sem kom inn á það að væri ekki alveg hægt að skoða hvaða tekjutap þarna yrði og væri þetta að hækka gjaldskrá á öðrum liðum Hlíðarfjalls til þess að koma til móts við það tekjutap og það er alveg vissulega eitthvað sem að mér finnst verulega hægt að skoða og til bara eðlilegt að menn taki þá umræðu upp strax við gjaldskrá ársins 2019 að menn þá endurskoða þetta ef menn vilja gefa frítt eins og bæjarfulltrúi Preben talaði í Hólabrautina þá er sjálfsagt mál að veltaði fyrir sig hvernig það kemur niður á rekstri fjallsins. Mér finnst að við þurfum að svolítið hafa þá að hreinu hvað í rauninni verið að kaupa mikið bara af þessum kortum, það er að segja þessum dagskortum í Hólabrautina og velta fyrir sig hvert þannig að ég hef ekki þær upplýsingar. En frístundaráð lagði þessa tillögu til og hún var samþykkt af okkur og hefur er búið að taka gildi þannig að mér finnst að tekur gildi núna frá áramótafyrirgjöfinni en þannig og er búið að auglýsa. Þannig að ég held að við séum ekki að hreyfa við því. Þannig að tillaga okkar í meirihlutanum er að
að vísa breytingartillögum meirihlutans frá og halda okkur við þá gjaldskrá sem hér lögð fram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem ekki fleiri hafa kallað sér ljós. Þá liggur fyrir atkvæðagreiðsla breytingartillögu minnihlutans gjaldskrá. Þeir sem geta samþykkt það vinsæðis gefi merki. Það eru 5 aðila, 5 bæjarfulltrúar fyrir gefi. Þeir sem eru á móti vinsæðis gefi merki. Það eru 6 á móti. Þá liggur fyrir að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2018 gjaldskrá. Þeir sem geta samþykkt framlagða gjaldskrá vinsæðis gefi merki. Það eru 6. Þeir sem eru á móti. Það er enginn á móti, 5 sitja hjá.